góðan daginn, góða kvöldið, góða morgun, góða nótt, svona eftir hvernig við hittum á okkur. Þetta allt svart og hvítt og við erum að spá í að breyta aðeins til. Við skulum vera svolítið Við erum að missa okkur í tækninni hérna, við erum að uppgöta nýjar víddir. Með Jón Grétar heiti ég og með mér eru Magnús Tindri, við fáum ekki nóg að einhverju svona fíblagangi eða þannig við? Jú, Sindri, mættur áttur. Mætur aftur, gaman að sjá þig. Takk sluðis. Gott að sjá þig maður, it's been a while. Eftir einhverja smá útreið maður, því líka ruglið. Þetta bara vera alls konar upp og niður. Já, og vonandi bara upp núna. Já, nýja ári byrja vel. Já, byrja með látum. Hvað vorum við ekki að tala um, við vorum að heimta allavega 4 það eru komnir 3. Já, það enda alveg rétt. Tveir þeirra voru kannski ekkert eitthvað sérstaklega fallegir. Hvar viljið þið byrja? En nauðsynlegir samt. Nauðsynlegir, já. Þetta líka getur ekki alltaf verið fallegt þegar það búið að spila 28 leiki fyrir jól og það eru 9 framundan, hópurinn orðinn þunnur. Þá þetta bara, þú veist, að grænda. Þú veist, maður getur ekkit endilega alveg farið eftir einhverju leikplani þá, sko. Nei, það rétt, sko. Að fá 3 punkta, það var mikilvægt eftir þessu. Já, sko, það var rosalega gott, skilur að enda árið með sigri og byrja það með sigri. Og þú veist, og svo náttúrulega fá einhvern svona tilfinningatrillir bara, þú veist, síðustu helgi, sko. Ég veist það, shit, ég er ekki ennþá búin að jafna mig. Nei, þú eigið það alveg að því að við erum að tala miðvikudag, þú segir bara síðustu helgi. Já, akkurat, skilur. Maður ekki búin að jafna sig, sko. Nei, og svo verður þetta bara þannig að sko, út af janúarmánuði, sko, þá eru sko 8-9 helgar, sko. Já, ég veit. Þannig að þú veist. Þetta svo mikið stanslaust stuð, sko. Já, þetta er rosalega. Við getum alveg annars þessu. Absolutt, sko. Ég bara var ekki áttið með það föstudagur í daginn sinni. Helgi aftur? Ég var að fá mig bjór og var að horfa á leik. Akkurat, sko. Já, það var alveg, sko, bjórarnir 2 sem ég ætlaði að fá mér yfir leiknum gegn Leeds alveg 5, sko, og þú veist, mátti alveg fá sér vítaminin sín hérna daginn eftir, sko, til þess að meika það í vinnunni. Þetta var alveg þannig dagur. Já, mér það var þannig. Ég fór á Ölver og horfði á hann þar. Ásand, ég held að við höfum örglega verið svona 15-20 Newcastle-aðdáendur þarna inni. En náttúrulega samt fullu salur því að það voru fullt af Leedsunum líka. Já, þetta var náttúrulega stór umferð. Það voru 8 leikir í gangi, eða ekki, og greiði fólki sem ákvaða að horfa á einhvern annan leik heldur en heldur betur, þetta var langbesti leikurinn. Já, ég meina, sko, ég ætla bara að deila þessu sjónamiði lýsendarna sem voru erlendir og þeir sögðu bara, urðum við bara vitni af besta leik í sögu úrvalsdeildarinnar. Svei mér þá, þeir eru náttúrulega margir. Þeir eru margir, já. Þeir eru margir. Alveg rétt. Sko, aldrei hefði maður þorað að spá 4-3, ég gerði það nú ekki, en ég man samt að ég sagði comeback sigur. Þetta á lent undir. Já, ég held að. En ég sagði 1-2 reyndar. Ég þorði ekki alveg að fara í 4-3. Já, mann er ekkert vanur svona comeback. Ég held að ég sagði 2-0, held ég. Það er ekkert oft sem ég mann eftir að búin að koma svona virkilega tilbaka bara Nei, sko. Nei, við vorum elda í rauninni, þú skorlega séð vorum elda þá við varum fyrir mér betra liðið á vellum en viljið kannski freka byrja eins á Palace eða? Já, veistu það, eins og segi, maður ennþá í svolítið sjokk eftir þetta. Þetta svo mikið, þetta stórfurðulegt að horfa á svona leik. Það það, sko, þetta myndi mig einna helst á handboltaleik. Ég sá einhverja tölur, sko, sem bara ég get alveg staðfest með að það voru 34 skot í leiknum. Það var ekkert gerast mikið að miðunni, það var alltaf bara svona inn í sjálfur teginn, sko. Svona meðan við 2 skotin sem ég sá í leiknum kvöldið eftir, 4 í heildina milli Arsenal og Liverpool. Það var þetta bara, auðvitað það náttúrulega meiri skák. Það var náttúrulega alveg grútleiður leikur. Ég horfði ekki á hann, sko, en ég horfði á seinni hálfleik að einhverju leiti. Ég horfði á hann, það var bara grútleiður. Og ég bara sé eftir þessum tíma, horfði á þetta. Það var tekið mark af, Arsenal hefði átt að fá vítaspyrnu. Ég bara skil ekki akkur það var ekki dæmt, sko. Það var farið aftan í kálvan á einhverjum Arsenal manni inn í teig. Og það var ekkert gert og dómarinn var gerð ekki eins og neitt, sko. Þannig að mjög stórfurðulegt. Við erum orðinni vanir þessu inconsistency og lélegri dómgæslu. Hvað finnst þér um þetta, Sindri? Allt bara seasonu bara var mjög skrítið bara í alla leikir og skiptir ekki máli hvað lið er. Það er ekkert samræmi. Nei. Það er bara eitthvað og svo bara stundum bara reynd að finna eitthvað korteri setna. Og svo allt í einu bara reglunum með 5 cm
nýja tvisti sem eftir Liverpool-leikinn sinnast, það var ástæðu, skekkjumörk. Já. 5 cm bara. Að þurrka út bara eftir henduleika. Síðan hvenær. Það hendaði bara vel að þurrka það út í þetta skipti, sko. Þannig að þá þetta bara orðið svona eitthvað sandkassa lögmál hérna. Þú bara breytir alltaf reglunum eftir henduleika eða túlkar það eins og þið sýnist. Já, ég meina þetta gengur bara ekki. Nei. Veist, þetta bara, ég bara að segja það, ég held að, sko, ég meina Leeds-leikurinn var ekki vel dæmdur. Nei. Það var skelvilega illa dæmdur. Skelvilega illa dæmdur og datt svona frekar þeirra megin ef fannst mér. Já, frekar. Frekar þeirra megin. En á báða búa samt, sko. Samt, já. Consistently lélegur. Já, en consistently lélegur, já. En þó að leikurinn hafi verið alveg þræl skemmtilegur. Bara bílu skemmtur maður og þetta hafi gerst, skilur, á þessum degi þar sem við fáum þessar ömulegu fréttir kóngin okkar sem að stytta af fyrir utan Kevin Keegan skildi greinast með magakrabbamein. En sko, ef einhver hefði geta skrifað einhvers konar handrit fyrir þennan leik, þá var þetta handrit bara alveg eftir hans höfði. Þetta var svolítið lýsandi vegna þess að þessi fótbolti sem við vorum að spila í þessum leik, þetta var svolítið Keegan-bolti. Já, og við sem erum alin uppi að náðum erum blessaðir að þeirri heppnið að hafa fengið að kynnast liðinu í 9. áratugnum. Já. Þetta var bara þannig fótbolti. Já, þetta var skemmtilegt. Já, þetta var allt sem ég vil frá fótbolta. Það var blóðsvitið dár, það er dramatík, það eru gulspjöld, það er einhver á bar með þess að vera rekinn út af. Og auðvitað vildi ég ekki að einhver myndi detta í meiðsli. Nei. Og geðsræningarnar og þetta fram og tilbaka, þú veist, og líka bara þessar framistöður. Þú veist, Lewis Miley hann var með 95 af 97% sendingagetu. Já, sætt. Hann var með 100 leikin áður. Já. Hann bara klikkar ekki á sendingu maður. Ég sá á Facebook að þeir voru svolítið sniðugir. Þeir settu næsti leikur sem að Miley spilar. Það var sérst mynd á honum í markmannsbúningnum með hanska. Það getur alveg komið að það líka. Þess maður bara, wow. En já, sko, ef við snúum okkur að þessu markmannsmáli aðeins, hvað finnst ykkur nýjustu vendingarnar og sko, ok, þeir eru báðir búin að fá nóa sem ég veitur. Já. Sko, ok, nýjasta sem eitthvað aðeins komið upp í umræðuna en ekki mjög mikið, Vlachodimos. Já. Hann búinn að vera geðveikur með Sevilla og hann gaf það út núna nýlega að hann hefði áhuga að koma og taka slæginn með okkur. Var hann ekki seldur eða? Hann bara í láni hjá Sevilla. Ertu ekki að grínast? Nei. Ég held hann hafi verið seldur. Hann í láni hjá Sevilla. Það drulla manninu tilbaka, maður. Þetta er akkurat það sem okkur vantar núna. Þetta er miklu betri markmaður en báðir þeir tveir til saman sem við erum með núna þegar, sko. Já, og líka að því að búinn að vera að spila í La Liga. La Liga er ekki drast. Nei, alls ekki. Sko, hvað er þá vandamáli? Og hann er 30, hann er yngri en hinni, hann er miklu hreyfanlegri og þessi skipti sem við höfum síðan í Newcastle-ból miklu betur með boltan, sko. Já. Sko, ég held að þetta getur bara verið hluti af svarinu. Akkur köllum það ekki tilbaka? Segið það. Akkur ekki. Sko, að því að mér sýnist eins og staðan er, mér finnst það ekki hljóma eins og við séum að fara að fjárfesta mikið í janúar. Ég hef það ekki á tilfinningunni. Hvað finnst ykkur? Ekki að tilfinningin en kannski eftir fréttina með Fabian Schär það kannski neðustu til að gera eitthvað. Ég held að það hef alltaf verið í kortunum, sko. Ég held að það verði gert eitthvað, sko. Já, en sko, núna ég held að það verið rosalega mikilvægt. Nú bæði Börn og Trippier að leiðin tilbaka. Það er eiginlega svona einhver rók sem okkur vantar svolítið líka. Ég er ekki að segja að Trippier spili fram fyrir suma af hinum. Nei, ég menna það er ekkert sem að er möguleiki á, sko. Nei, en það er bara, þú veist, hann sé komin á bekkinn og þú veist. Hann er komin fyrir aftan Miley í röðinni núna. Já, talsvert mikið, maður. Það er bara spurning hvort allt liðið er ekki komin fyrir aftan hann í röðinni, maður. Hann sýndi nú bara fram á það, hann var þvælt bara endilanga völlin. Byrjar í hægri bak, færður upp á miðju, settur síðan niður í center back þegar voru búnir með alla mannskapin. Og hann púlar þetta alltaf bara eins og að drakka vatn. Og einmitt var með þessa og hann með þvælt svona og klikkar ekki sendingu í neinni af þessum stöðum. Nei, ekki. Og gefst ekkert upp eins og hann segir með boltan sem hann eldaði út á hotfánan. Ættu að ræða þetta jöfnulemark. Hann bara gunnar á þetta. Já, Joe Linton. Hann ætti bara að fá ísokki assist fyrir þetta. Auðvitað. Alveg, allan daginn, sko. Boltan var eiginlega bara farinn. Já, þetta er það sem þetta bara verið kennslumyndband fyrir
unga metnaðarfulla leikmenn að þú veist, það var allir búin að afskrifa hann bolta, sáu hvað hann hafði mikinn tíma þegar hann var búin að bjarga honum. Það var enginn hjá honum. Það var bara, ef þú horfir á endursýninguna, það var eins og sé að taka hotspinnu. Ég veit það. Hann gat stoppað bara og sem, hvað ég það var allir búin að afskrifa hann bolta. Og svo bara rúlar hann tók sér líka bara tíma, rúlar hann svona rólega og þessi snuttar sem Bruno gerir hann. Þetta rosalega, utan fótar, þetta svaðalegt. Og því líkur rjómi að því að maður var svona aðeins búin að vera svona alltaf sé komin tími til að taka Big Joe út af þarna rétt þar á undan sko. Nei, þetta var reiðismark frá honum, maður sáu hvað hann reiður þegar hann skoraði. En þú sást það samt sko, bæði fyrir markið sem hann skoraði og eftir það, þetta lá í loftinu. Ég held að hann myndi bæta við öðru sko. Þetta var rosalegt sko. Hann þrífst á svona ílsku leikjum sko og ég hafði þetta tilfinningur bara alveg svo Sunderland leikurum var. Þetta svona alvöru fysikal, baráttu, nýliðar. Þetta var það. Það bara ekki alveg það sem að hendur okkur best. Og að við skulum samt ná að halda velli, klára hann leik. Þú veit að það geðveikur leikur og Harvey Barnes, hefur ræðið hann eitthvað? Þú veist, tala Joe Linton og finnst mér mjög mikilvægt að fá hann tilbaka í miðunni og kveika hans í þessu bara eitthvað smá geðviki Þú sér hann eitthvað munin á liðinu eftir að koma inn. Hann hefur hlustað á þáttinn, við erum búin að vera gagnrýna hann svolítið hann ætti nú kannski svolítið stóran þátt í því að það hefur ekki alveg gengið nógu vel. Það geti alveg verið. Við vorum nýlega búin að vera að tala um bestu miðuna bara í heiminum helst. Og hann hefur verið svona, hann var svo eini sem var ekki alveg að fungera þar en svo reyndar Tonali líka búin að eiga svona smá dropp. Getum við ekki bætt þessu bara við? Getum við ekki tekið bara þessa 4-4-2 á þetta? Sko, ég alveg til að sjá þetta í einhverjum tilfellum, sko. Seta vera þá með Voldevati og Vissa inn á fyrir framann. Vera svo með Jacob Murphy færi það bara aðeins aftar. Nei, engan Jacob Murphy. Akkur ekki? Ekkert svo leys. Það tala um 4-4-2, það lítur að vilja vera með krossar eins og að. Já, þá ertu með Harvey Barnes á hægra megin og svo ertu með Tonali og Bruno Guimaraes og svo Joe Linton á vinstri. Þetta sko ekki stórvindin Anthony Gordon. Nei, hann kemst ekki eins og í liðið hjá mér sko. Þú veist, hann kemst ekki eins og á bekkinn. Er þið ekki að grínast? Hver einasta frammistaða bara, hún drullu léleg. Hann gerir bara ekkert að viti, ekki neitt. Nei, hann hefur allavega átt miklu betri tímabil. Besti maðurinn hingað til náttúrulega bara búin að vera Bruno Guimaraes. Djöðlega hann góður. Já, ég verða að vera ósammálaðir. Já, ég bara því miður. Og að segja það núna fjandi erfitt, en ég held samt við það að Malik Tjá maður tímabilsins eins og Þessi eini hálfleikur definar ekkert sísoni hans. Nei, það getur ekki gert það. Hann bara búin að vera, þetta maður sem búin að vera gjörsamlega, hann búin að vera svo solid að það bara ekki fyndið. Hann hafði alveg efnað á þessu, en djöfisir stingar átt hann. Það var leiðilegt, sko. Já, mjög leiðilegt. Þetta var, það eiga allir rétt á einum stingar. Við erum bara mennskir. Í alvörinni, þetta bara gerist. Já, nákvæmlega. Fer ekkert inn í skilina bara. Þú veist, hann átti þátt í markinu, hann var komið með gult og hann með hann á þetta víti og þú veist, þegar þú ert að eiga svoleiðis frammistöðu og ég held að það veri kannski svolítið mikilvægt að lenda undir í rauninni. Já, kannski. Upp á það að bregðast raunverulega við í hálfleik. Þetta hefði ekki gert það öðru í sig. Ég ekki viss nefnilega. Það hefur bara verið þessi sömu 70. mínúta og reynda að keyra sama há. En svo verður líka, mér fannst þetta við þessi vítaspyrna, mér fannst hún alveg bara kom út úr bláinn, sko. Sem við fengum á okkur, eða? Hendi á Malik Tjá. Hann að detta í jörðina og hann fer í hendina á honum á leiðinni niður. Hann að sita fyrir sig hendurnar. Hvað málið? Dominic Calvert-Lewin. Þetta er vicious gaur, sko. Já, ég veit það alveg. Hann vicious, sko. Hann nóga mikið skítsegið það, sko. Þetta meikar engan senn, sko. Já, nei, en þú veist svona eins og hann í meðslunum líka. Þetta alveg gaur sig geti trúa til þess að kunna að meiða menn, sko. Já, alveg pottet, sko. Á þess að ég ætla að vera með einhverju yfirlýsingar. Það sést á honum, sko. Já, þetta bara það. Hann bara bad boys. Það bara skrifað á ennið á honum, sko. Bad boy. Þetta svona Joey Barton. Já, hann var í Joey Barton, Andy Carroll-hópin og Nolan og þessi. Nolan var nú reynda miklu, hann var að reyna að halda þeim í skefjum. Alan Smith.
Já, við eigum nokkra maður, Barton sérstaklega maður, rífandi menn á lappir og var rosalega. Craig Bellamy var vist snarvitlaus líka. Maður sér, já, Bellamy, já, hann var snarvitlaus. Lemjandi menn, var ekki einhver saga með einhvern normann, þekkir þú hana eða? Nei, kannski ekki. Nei, ok, ég skal segja ykkur hérna, ég veit ekki alveg hversu sönn hún en þegar Craig Bellamy var með John Arne Riise í liði, þá það var eitthvað í meistaradeild, minnir þetta hafa verið í Mílan eða ég man ekki allavega í Evrópu og Riise verandi svona svolítið hlédrægur vildi alls ekki taka lag í karaoke og Bellamy alveg hrókur alls fagnar með Sweet Caroline og alveg potið Amarillo og eitthvað My Way hann verður svona reiður við og Riise ætlaði bara að fara að hvíla sig bara fagmaður sjáumst á morgun og hann kemur með golfkilfu og lemur í hann og hann gæti ekki spila leikin Já, þú meinar Já Fyrst hann vildi ekki taka karaoke Já, hann var bara eitthvað smá svona hlédrægur og ekki alveg í stuði fyrir þetta hann bara að hugsa leikin hann bara að vera fagmaður Bellamy var ekki á þeim buxunum Show must go on það verður að vera gaman hérna hann svakalegu karakter það alveg rétt ég segi þetta ekki dýrar þetta hann saga sem ég trúi samtalið svona með að við persónu gerum hann líklegur Hvað segið þið með þarna voru við ekki með hvað Bournemouth líka? Nei, hvað var það? Já, Crystal Palace fínasti leikur þannig séð skilur við fannst við að byrja að ná ágætið svona takti þar Palace ekki búin að vera eitthvað gott ranni heldur Þetta var samt ekki fallegur sigur sko. Nei og við unnum á 5-0 á svo sama velli í fyrra sko það var bara besti sigur okkar í fyrra þannig að það var mikilvægt að klára hennar leik samt sko og þeir náðu alveg að halda niðri eins og Mateta alveg haldi í skefjum og bara halda hreinu við vorum aðeins að kalla eftir því ég hefði kannski viljað að sjá meira en 1 clean sheet í röð en bara lítsleikurinn það verður ekki hægt að telja hann með þetta var bara eitthvað sérstakt skrýmslið þessi leikur Þú ert líka með Pope í markinu Já Veist alveg að þú ert að fara að fá það í mörg Þess vegna við bara aðeins að kalla eftir því allt svart og hvítt við bara fara að skoða hann valmöguleika með Odysseus Vlakadimos takk Já, ég væri alveg til að sjá það Hann gaf það í skínum dag að hann hefði áhuga á að koma og taka slægin með Newcastle þannig að mér finnst það bara að segja fullt hann líka eftir það að hann er ekki búin að fá mikið að tækifærum Nei, það bara að segja fullt hann og þú veist, ég ætla aðeins að fylgjast betur með hann en mér skilst að hann sé búin að vera bara mjög góður með Sevilla Nei, ég menna að við vissum það alveg hann tók hvað, 1 Carabao Cup leikum fyrir með okkur eða ekki? Jú, það var ekki bara 1 hálfleikum með þessi á móti Wimbledon það passar Þetta var bara, en þú veist, það sem hann gerði og lúkaði vel Já og virðist bara vera eins og Pope bara á þessu stað bara leið hann eitthvað 95% reddi þá fara hann bara dregin aftur Sjáum hvað Jose Mourinho gerir þegar hann kemur stjórnvölinn það verður gaman að sjá Það er ekki þjálfaraskipti núna Nei, ég veit það Nei, ekki núna Sérstaklega ekki eftir 3 sigri í röð sko Nei Hann þurfti að þessu að halda Hann þurfti á þessu að halda það sýnir bara að þeir vilja vinna fyrir hann Bara eins gott fyrir hann Já, og ég held alveg að hann sko hann meikar ekki einhver skemmt epli allavega þannig að sko ég held alveg að það þarf alltaf að vera svolítið góð stemming í Newcastle Já, ég veit það leið og það er einhver sem passar ekki inn í það þá viljum við bara að hann fari Við erum nú þegar með 2 leikmenn inni sem að passa ekki inn í þetta en samt eru þeir bara fastir í liðinu Þannig er yfirleitt bara að þeir eddi frekar bara í manneskjurnar frekar en hversu góðir eru Já, ég meina það, nei, bara þeim sem þetta er svona, eins og segi, þetta er svona friendship friendly big Já, Favour sem segir, það er búin að nota mikið hérna Þetta er það, ég get ekki séð hann aðra þeir menn ekki þeir að sína það á vellinum Nei, og þú veist ég veit ekki hvort, einmitt þessi Favour sem skilur þú veist, ég sé alveg að hann vill að Burn og Pope fari á HM en þú veist, þú getur samt ekki verið að stýra þínu liði með það Nei. Og þetta verða gaman ef þið fara á HM Já, það er ekki okkar mál að velja Nei ekki þegar það eru betri valkostur í stöðunni Auðvitað ekki og við viljum meina það að það sé betri valkostur í stöðunni sem við getum sótt núna Já,
Ég meina þú veist, já, kannski ég veit ekki með vörnina. Hvað segir þú, Sindri? Vörnin með hann, eins og Botman. Hvað í gangi þar eiginlega? Það ekki eitthvað bakmeðsli sem alltaf komið aftur áttur. Það alltaf sama máli. Það kemur alltaf fram og tilbaka þess þeirra sko. Það kom alltaf akkurat tilbaka að tæka tíð núna og stóð sér ágætlega að það kom inn á. En Les Sjálfstæmi eitthvað mjög skrítið. Það búið að vera mikið álaga hann, þannig að mikið álaga. Sko ég heyrði Eddie Howe sagði eitthvað sko, hann ekki meiddur en hann eiginlega ekki klár til að æfa. Hvað þá málið? Þá það andlegt, það lítur bara að vera. Það lítur bara að vera. Sem að þolir ekki alveg dagsins ljós. Getur verið eitthvað bara í engalífinu. Það lítur bara að vera. Það getur alveg verið eitthvað svoleiðis sko. En ok, svo það bara kraft. Við þurfum sennilega fjárfesta þarna í vörninni. Það ekki? Ég held það. Það ekki óumflýjanlegt? Og okkur vantar hægri kant mann. Okkur vantar góðan hægri kantmann og okkur vantar backup vinstri kantmann. En þessi Aronsson sem við mættum hann, þessi bandaríski, hann rosalega góður. Djúvill hann góður maður. Ég vissi alveg að hann væri góður fyrir, en hann var bara völdbíter í þessum leik. Já, það er alveg rétt. Virkilega góður. Sko. Eitthvað að gera rétt með þennan gaur. Já. Hvernig var að bjóða í þann? Var hann ekki hægra meginn, ekki? Ég minni hann að vera hægra meginn. Jú, með minni það. Hægri bak. Já, en það sást það bara hvað Hall átti vandræði með hann, sko. Ég menn eins og hvað Hall góður, sko, það var bara fáránlegt, sko. Að sjá þetta, mér finnst það mjög spes, sko. Það finnst mér, við vorum alveg með góða valkostur í vörnin, en núna svona aðeins að þinnast út og það þarf eitthvað og það þarf eitthvað að gera. Hvað Mæli getur borið hægri kantinn lengi? Hann getur borið allt. Hann getur náttúrulega borið allt. Eins og hann að spila, þá var hann bara fullt erindi að byrja næsta meistaraflokksleik í hægri bak. Hvað segir með það? Já, það er alveg. Myndið byrja með hann fyrir framan Trippier? Já, í meistaraflokksleik? Já, allan daginn. Það er rosalegt, sko. Hann er miklu betri. Mæli er miklu betri en Trippier, sko. Já, hann það. Miklu sneggri og miklu ákveðnari. Já, á þessum tímapunkti, miklu hreyfanlegri. Og en þú veist, það er bara spurning, er það þá, skilur, youth versus experience? Nei, ég meina, þú veist, hvað er experience að fara að bjóða þér þarna? Þú ert ekki að græða neitt á því, sko. Nei. Það er það sem ég er að spæja. Nei, ekki neitt. PSV svakalega hraðir í counter-attack og við erum heima velli, þannig að maður ser bara ef það trippir þá er hann bara skiljan eftir. Og ég sá skemmtilega staður, en Lewis Miley er sem sagt búinn að spila fleiri, var ekki meistaradeildarleikir? Fleiri Evrópuleikir en Sunderland. Heldur en Sunderland í sögu Sunderland. Já, og hann er bara 19 ára. Ég fæ ekki leið á myndinni sem er verið að deila á samfélagsmiðlum í dag. Nei. Það er mynda töflunni og svo mind the gap. Já. Ég fæ ekki leið á henni. Ég veist það svo sniður, sko. Og það var einhver sem sagði, það tók ykkur eitthvað 200 daga eða eitthvað og við vorum bara svona, já, en það tók ykkur 10 ár. Að koma tilbaka síðast, sko. Ég sá eitthvað svona, hvað heitir þetta, svona rip-off eða eitthvað dótari sem að, þeir eru að deila það hvor er betri og það voru svona aðdáendur og það voru einhverju youtuberar, sko. Já. Og þeir voru semst eitthvað að rífast og maður sá alltaf þegar að Sunderland maður eitthvað gifla sig þarna. Já. Að ég man ekki hvað hann heitir þessi strákur sem að hann er með skegg mikið og er alltaf að ég horfi mikið á hann á YouTube og að hann brosti bara og svona hvað er þetta að reyna? Þú veist, það var bara are you delusional? Maður var svona ég skilða hvað hann er að segja, sko. Já, þú veist. Og þú veist, þeir vil yfirleitt alltaf meina við sjöum deluded, skilur við? Það er bara. Já. Nei, en þú veist, ég líti ekki þannig á það. Ég er bara með svart-hvít gleru sem ég næ ekki af. Skilur, þau eru bara först á. Ég sé þetta ekki frá neina öðru sjónarhorni. Nei. Ég fæ ekki borgað fyrir það. Það fær ekki borgað fyrir það? Nei, ok. Það er magna. Það er bara svart-hvít gleru, út í eitt. Þetta er rosalegt, maður. Eini bólurinn sem að gekk upp í svart-hvíta sjónvarpinu. Auðvitað. Hvað segir þið, Sindri? Hvernig líst þér á leikmannagluggan? Er eitthvað að fara að gerast? Það er eitthvað voða lítið að frétta, finnst mér. En orða við K.S. Smith. Já, ég held að hann sé svona nokkurn veginn done deal, eða ekki? Það er komið. Já, og við erum allavega í fyrsta skipti með bæði, þú veist, framkvæmdastjóra og
Director of Football loksins komin inn og ennþá á svæðinu. Já, það ekki bara einhverjir, hérna, þú veist, nephewer Eddie Howe að reyna að semja, sko. Nei, það verður gaman að sjá hvað verður úr þessu. Kanski reyna eitthvað varnamaður til að styrkja bara meistaradeildarsæti og framhaldi í bikar. Já. Það er alveg hægt að kaupa eitthvað. Það hlýtur að vera, sko. Van Hecke eða eitthvað svolítið. Já, Van Hecke, ég hef heyrt hann enda til söguna, sko. Djúvel væri maður til í að fá Van de Ven, hann er geðveikur. Já, Van de Ven, ég væri til í hann. Djúvel geðveikur leikmaður. Og þessi Aronsson hlýtur að vera, þú veist, kandidat. Hún er bara vangaveltur, strákar. Er þetta að kaupa þetta bara? Jú, bara, þú veist, ef við værim í footballmanager, myndum við bara bjóða í að og alla. Já, bara sjá hvort einhver býtur á. Já, sjá hvort einhver býtur á, já. Svo bara release transfer hann á Kraft og Lascelles. Já. Beint að kíkja á samningin. Út með þig, vinnur. Þú ert að taka upp pláss sem við þurfum að nota. Já, Lascelles, Kraft, Willock. Þurfu allir að fara og þú veist það er bara spurning með Osula líka en mér finnst við ekkert vera komin á þann tímapunkt að við höfum neitt efna því nema þess einhver annar á leiðin inn. Nei, ef einhver er á leiðin inn þá fer hann bara í byrtu. Því við hefum alveg getað notað hann í vetur sko ef hann hefði ekki verið svona rosalega óeppinn að vera meittur þegar Vissa var líka meittur. Já. Jesus Christ. Það var ömurlegt. Lánið er ekki að leika við hann. Nei, alls ekki sko. En eins og hann er þrjus og skemmtilegu leikmaður, finnst mér sko. Geggjaður. Og minnst það rosalega gaman þegar hann kemur inn á hvernig liðið liftist alltaf upp og verður einhvern veginn bara miklu öflugra sko. Já. Þú veist, kannski kemur ekkert mikið frá honum þannig séð en hann er samt bara, hann einhvern veginn bara lætur menn einhvern veginn bara vakna til lífsins sko. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt að sjá sko. Hann er, þú veist, hann gæti orðið alveg world beater, skilur. Gæti verið það, já. Ef hann hefði aðeins meiri talent, gæti ég trúa. Já, spurning hvort hann á að slípast til. Stundum textar, stundum ekki, skilur. Þú veist, munurinn til dæmis á Jeremy Doku og Saint-Maximin, skilur. Einn var frábær, hinn svona staðna aðeins og bara kominn til Mexiko. Já. Þannig að, sko, þú veist, hvert leiðir þetta þig? Ben Arfa líka. Ben Arfa, hvað er svo leiðilegt, hvernig það dæmi bara frá upphafi fór. Já. Það byrjaði ræðilega og það var einhvern veginn bara, það var bara eins og var einhver álög á þessu dæmi. Já. Svo náttúrulega líka vorum við með misgálega stjóra. Jú, misgálega eigendur. Jú, það passar. Er einhverju Pardiola stuðningsmenn að núti? Það verður gaman að heyra í þeim sem sakna Alan Pardew. Já, nei takk. Já, ég er allavega ekki að þeirri lest, sko. Ekki ég. Kannski saknaði hans í Crystal Palace. Það gæti verið. Þeir eru með að fá hann. Já, það er mín vegna, sko. Held að þetta sé eina skipti sem okkur tekist að selja þjálfara. Já. Fá pening. Það var ekki eitthvað 8 ára samning eða eitthvað. Já. Kannski þegar við seljum Eddie Howe, þá kannski fáum við pening fyrir hann. Já. Það geti verið sko. Ertu búin að róast aðeins þá með Eddie out? Nei, ég er bara, það skiptir ekki máli þótt að vinni 2-3 leiki, skilur, eða 4 eða 5, skilur, það skiptir ekki máli, en það er líka spurning hvernig þú gerir það, sko. Og ég skal alveg segja það, skiptingarnar hérna í Leeds-leiknum, ég menna, þú veist. Það gekk upp? Já, ég veit það ekki. Ég menna, leikurinn endaði vel, en þetta vesen allt saman sko, þú náttúrulega tekur út Malik Djá sem er búin að vera í bölluðu vesenni sem að hann vanalega gerir ekki. Ef að menn er í bölluðu vesenni þá tekur hann þá ekki út. En í þetta skipti gerði hann það. Ég held að hafi svo lendum við í meiðslum sem að við máttum ekki við því að Malik Djá hefði mátt vera inn á einmitt þarna þegar að Sjara meiðist. Þannig að þú veist, það er líka spurning. Já, var þetta rétt, var þetta ekki rétt? Það var ekki hægt að sjá það fyrir sko, með við framstöðuna þá var hann bara að fara að vera rekin út af en við getum náttúrulega ekki séð það fyrir hvort hann var að leiðin út af Nei, svo að hann geta komið bara tvíeldur út aftur Ég er að meina það sko Maður veit það ekkert Þess vegna segir það sko og þú veist, þegar fólk segir þetta gekk upp ég skal alveg segja það var ekki Eddie Howe það að þakka sko. Það var svona meira kannski seinni skiptingarnar sem hafði meiri áhrif sko. Þú veist, ég þakka þessu velgengni þarna í þessum Leeds-leiki, ég þakka Bruno Guimaraes fyrir það allt saman. Jú, það var góður. Þetta var allt kyrt af honum. Mér finnst hann bara líka, þú veist, ok, hann er bara orðið miklu meiri kraftið heldur en, þú veist, ég þorði að vona. Já, hann er rosalegur sko. Já, bara 8 mörk búin að slá metið sitt. Já, hann er alveg farin að tveggjast á tölur léttilega. Já,
og hann á ekkert erfitt með það sko. Já, og mér finnst bara sko, og þetta held ég sér líka aðeins með þessa heilbrigðu samkeppni að gera. Hann alltaf búinn að vera með Tóni Ali við hliðina á sér. Hann bara búinn að taka skrefið áfram. Út af honum örgla. Því að þú veist, það alltaf einn sem eiginlega alveg jafn góður eða ekki betri. Og á pari við því. Ég er að segja það. Á pari við því í gæðu. Þannig að þú veist, hvor þeirra að fara út af. Já. Þú vilt alltaf frekar að það sé hinn. Já, auðvitað. Það náttúrulega leggur ennþá meira á þig. Algjörlega. Og ég skal viðurkenna í Leeds-leiknum, þá var ég bara svona, af hverju? Tóni Ali, mér fannst hann búinn að vera góður. Já, það er nefnilega málið. Það margir sem segja að hann sé búinn að vera frekar á afturlöpunum. En sko ég verð að segja það, í þessum leik Svo gerist bara eitthvað sem gerist eftir á. Já, ég meina hann byrjaði ekkert sérlega vel, sko, ekki sko, fyrstu 10 mínúturnar, 10 mínúturnar korter cirka bát. Hann byrjaði ekkert sérlega vel. Svo byrjaði hann að líkast svona aðeins meira sjálfan sig. Já, hann byrjaði þessi orka. Já. Ég var mjög heissa þegar hann var tekin út af. Já, ég líka. En ég sá að hann var náttúrulega eignast barn. Já, akkurat. Var hann bara hringt í hann í hálfleik og bara var að koma þenni á spítali. Það var bara fullur skilningur, þú veist. Já, ok. Já, það tekið út af, þú var eignast barninu, þannig að drífa þenni á spítala. Drífðu upp á deild. Það er æfingi fyrramáli samt. Já, það er samt æfingi fyrramáli, já. Engin viskur, drífðu í þessu. Nei, það er aldrei æfing eftir leik, það. Ekki daginn eftir leik, held ég. Það er aldrei bara nutt og recovery. Jú, ég held að það sé svona. Kannski vídeofundur eða eitthvað. Getur verið. Eða bara ekki neitt, ég get alveg trúið því líka. Ég held nefnilega að það sé sko bara, það er frí sem er daginn eftir. Þess vegna ástæðan fyrir því af hverju þeir hafa fengið svona lítil æfingatíma er vegna þess að það er svona, það er bara 3 dagar á milli leikja og þegar þú gefur frí fyrsta daginn og svo ertu væntanlega með frí deginum fyrir leik. Eða þú veist, þá meina ég frí frá svona physical contact æfingum. Þannig að þú hefur bara einn dag. Léttar æfingar. Já, þetta er svona eitthvað létta, eins og segir, svona töflufundur og svona dóttar eitthvað, fara yfir. Undirbúningur, velja lið og eitthvað. Þetta er svolítið svoleiðis, sko. Þannig að sko, já, ég held að, þú veist, það er engin, það er rosalega lítill tími, alveg eins og þegar að Mæli var að taka þetta fyrstu vaktina þarna, hann sagði bara, ég var bara einhvern veginn að útskýra þetta fyrir honum hægri vinstri í rútunni, sko. Og hann meðtók það, skilur, bara eins og ekkert sé. Ég er alveg gáttaður á þessum leikmanni. Hann er, djúvillig hann búinn að vera frábær, strákar. Hann fer á 100 milljónir plus, sko. Alveg pottet. Hann fer ekki neitt bara. Ég vil ekki fá hann neitt í burtu. Manstu, financial fair play. Við erum stór klúbbur sem þýðir að stóri klúbbar selja stóra leikmenn. Veruleiki sem er bara staðreind. Já. En ég meina, og ekki verra, skilurðu. Ég meina, ég er ekki að segja það ég vilja hann út, sko, alls ekki. Alls ekki. Mér langar ekki til að selja hann, sko, en ég veit að það kemur að því. Þannig að á meðan við erum að díla við þetta regluverk, óbreytt, sem ég er ekkert vissum að verða alltaf. Nei. Ég held að fólk aðeins að gefast upp að því að núna er þetta að fara að býta svolítið á stærri klúbbana. Jú. Þá svona endurhugsaði kannski, Það er byrjað. Já, bara svona eins og rangstöðuregluna. Kannski hendar þetta ekkert nógu vel. Já, þetta hendar ekki nógu vel. Herðu, stóru liðin er að tapa svo mikið af VAR, ef við ekki bara slaufa því líka. Já, þannig að við getum sagt þess að, þá getum við sagt svona eins og ég elska að segja alltaf, 5 árum seinna. Þú veist, allt of seint, en gera það samt, sko. Allavega, ennþá, ég hef ekkert breyst með það. Mér finnst mennska ákvörðunin alltaf réttust, sem er fyrsta ákvörðunin sem er tekin. Já, en hún er það ekki lengur í dag, sko. Nei. Það er út af því að VR-ið er á bakviði, sko. Já, akkurat. VAR-ið er þarna og það þýðir að mennska ákvörðunin er ekki rétt. Nei, einmitt. Þeir gera þeir flauta helst ekkert í flautuna, sko. Já, af því að þeir mistu svo mikið sjálfstraust við þetta. Já, ég er að meina það, sko. Já, þetta er ekki lengur mitt auga sem ræður. Nei. Svo var hann í Leeds-leikinn að Fabian Schär skorar, markmaðurinn virðist bara missa boltan, en hann var búinn að flauta, það má ekkert VR checka þessu, það var bara stendur dóminn, en ef hann var ekki búinn að flauta, það var hægt að skoða eftir á. Það er fáránlegt, sko. En það er bara svona, en þá bara, hvað vilja mann? Já. Hann daginn á móti Chelsea maður, bara, þú veist, ég meina, það ættum að fá bæði raukt og víti, bara, þú veist. Og þetta er fyrir neðan allar hellur, við erum auðvitað búin að margt tala þetta. Þetta er svo ábótavant og svo er þetta miklu betra til dæmis í meistaradeild. Já. Það finnst alveg bara
absúrt að ég get ekki gert þetta. Ef við horfum það eitthvað, ef við horfum eitthvað alveg líka, þá verður mikil betur það líka. Já, bara vera eitthvað svona frönsku deildinni. Það hefur mínútu til skota, ef það ennþá í vafa, þá bara áfram. Og líka bara myndatakan hjá þeim og það bara eins og þessi allar línur og fjarlægð þegar þú ert að taka aukaspyrnu og hitasvæðin og bara þeir eru bara að gera miklu betra og fleiri möguleika þú sem dagskrárgerðarmenn þú veist og sína leikinn þá svona idiotprúan aðeins betur þannig að maður geti svona mér stótt að þetta er bara mjög gott að fá þessar upplýsingar sko. Það er alveg rétt. Þetta stórfurðulegt. Þannig að þeir mætti alveg aðeins fara að uppfæra sig í enska boltanum fyrir mína parta sko og sína þetta svona aðeins nýtískulegra. Það er peningar í þessu deild, miklu meira en allir hinu deildina. Já, þeir hafa enga afsökun sko. Nei. Ótrúlega spes. Þetta er mjög spes. Það er mjög spes og þú veist, það hefur ekki séð hvað þetta er tignalegt myndatakan að vera að leiða menn út af vellinum skilur, þetta er bara eins og bíómynd eiginlega þarna hjá þú veist það líka. Það er alveg metnaður í myndatöku. Og líka, og bara þú veist eins og með þarna líka áhörundur blísin öllsömmul og fánarnir og allt þetta dótari það er miklu meira gert í þessu úti sko. Alveg sko. Þannig að mér vantar svolítið, það vantar eitthvað aðeins stuð ég held að sé bara vegna þess að fólk er of upptekið við það að kvarta. Já. Það var svo sem enginn að kvarta hann í lýtsleiknum. Nei, ekki þannig séð. Nei, en svona almennt séð. Já, svona almennt séð. Það bara er alltaf verið að kvarta í hlutunum. Já. Og þú veist, það er ekki tilneitt sem að heitir stöðuleiki. Þannig að hvernig átt að vita hvernig hlutinir eiga að vera ef það er ekki til stöðuleiki á því. Nei, nákvæmlega. Það ég segir, ef það er ennþá vafadrið að mennum var, það getur maður alveg sleppt í. Ég held að það var að koma inn til að bara hætta þessu vafadrið en ef maður ennþá bara ræði þessu bara marga mánuði setna eitthvað aðtöð maður er bara ennþá klórandi sér í hausnum ég er sammála því sko. Ég meina þetta á bara að vera þannig þú veist, það verður eitthvað, segjum bara sem svo það er eitthvað sókn og það er skora mark og þú veist, og ok, dómarinn bara, þú veist, bara sá ekkert að þessu og þá bara hugsar hann það strax ég sá ekkert að þessu, þá var það bara dæmt mark, ok svo fóru þau tilbaka, þeir lappa og á meðan að þeir verða að lappa tilbaka og gera allt klárt til að taka kick-off þá er varið búin að fara yfir markið og sjá það hvort það sé ekki allt í lagi veist, og þetta er yfirdrifinu nægur tími þú veist, leikmenn fara og fagna út í hotn og fána og þetta er eitthvað lappa yfir og þú veist, þetta er alveg mínúta 1,5 sko. Og það tekur ekkert var 1,5 mínútu að fara yfir mark þeir geta hægspóla það bara rólitunum í gegn og ef þeir geta sjá ekki neitt þá er það bara punktu pasta og þeir láta dómarinn ekki eins og vita því þetta er ekkert flókið og svo líka skilur það er ekki mjög traustvekjandi eða það er svona allt í unni einn daginn herðu, það virkar ekki hérna rángstöðutæknin við gerum þetta bara með línunum eins og í gamla dag þú veist, þetta er svo ótraustvekjandi stráka þetta er virkilega ótraustvekjandi sko. Línuna voru það líka alveg sérstaklega sko. Mér veist að þó skára hérna í artificial myndlíkingunni Nei, ég meina það virkar rétt Já, það er mun nærði heldur en margt annað og þú veist, maður myndir samþykja alltaf marklínutæknina þú veist, og maður myndir samþykja eitthvað goalcheck, einmitt þú veist, en bara þetta endalausa stopp og þessar endalausu mínútur þetta er gjörsamlega búið að eyðileggja og það að dómarinn hafi ekki sjálfstraustið, þetta er búið að eyðileggja leikinn alveg svakalega og drepa flæðið þetta er líka bara meðsla að þurfa að vera stoppa svona getur bara valdið miklu meðslum og óþarfa meðslum eins og Sindri segir, þú veist, að við erum að tala um það að þegar hann flautar í flautuna og hann er búin að dæma eitthvað, þá var ekki fara í það þú veist, hvaða bull er það? Það skiptir engu máli, það er bara dómarinn á bara dæma eftir hans höfði svo á vari bara segja honum bolti er úr leik þá segir ég bara var við þig fyrirgjöðu, ég myndi kannski skoða þetta aðeins betur þú veist, og þá fer dómarinn og þá eru þeir búin að nota allan tíma í það að búa til myndefnið drastnið fyrir þá þeir spila fyrir hann og þá getur hann tekið endalega ákvörðun það nei, ég hafði rétt fyrir mér þannig að, nei, þetta er bara eins og eða bara, ok, ég sá þetta ekki svona Ætla þetta endi bara í AI bara að verða engin dómari Já, hann hvort að þvælast fyrir sko hann alltaf fyrir það er endalaust að fá boltan í sig og eitthvað já, ég alveg samanlegaður, bara burt með hann þetta verður bara vídeodómgæsla við erum bara með línuverði og fjórðadómara það þarf enga línuverð heldur það er bara þessi fjórði og varið þeir sjá bara þetta bara það að kveikja og slökka á tölvunni nei, svo erum við bara með svona ljós fyrir ofan í miðjunni á vellinum svo leiðu það blikkar þá þurfa allir að stoppa og þá er verið að fara yfir svo stendur á skjánum
offside, goal ruled out eða, þú veist, red card þessi, út af með þig drullaðir út af og gefur hann inn á svo ef hann kemur ekki út af þá er hann skotinn tökum svona Squid Game á þetta nei, hún hlýtir ekki, sorry plaff og ef hann hlýtir þá má hann vera í skotapilsi já, þá má hann vera í skotapilsi annars skotinn já. Ekki þar á milli þetta er rosalegt þannig að við erum hvað, fara að horfa til framtíðar það er náttúrulega stutt í ferðin okkar vildur einhverju koma á framfæri þar? Já, heyrðu, þú ert nú að fara að koma með já. Sindri, þú ert ekki með þeir ég var bara, hálftíma og seinna það var uppselt þegar ég kom inn þó það var fyrir klukkan sko. Já, ég ætla að segja að það seldist upp á klukktíma þannig að ég get alveg trúið því að það verið seitt en þetta verður svaðalegt þetta er vissulega bara fyrsta ferðin eftir að tengingin var opinber á milli íslenska og Newcastle United og ég held að ég megi segja það hér svona til hlustanda að ég megi segja það að það er búið að staðfesta að klúbburinn fær áframhaldandi kaup á miðum á leiki frábært þannig að þetta verður ég held að það, ertu vissum það? Þú veist, þeir eru ekki búin að hitta okkur það er búið að staðfesta þeir eru djarfir, þeir eru ekkert eins og búin að hitta okkur þeir eru ekki búin að sjá hann hóp þeir þurfa þess ekki eins og þeir vita það bara auðvitað, við erum frábærir það er ekki málið maður indislegt fólk upp til hópa Newcastle stuðningsfólk þetta er það allstaðar í þessum heimi þetta er það sko, það er alveg rétt hjá þér það er einhver sem er að hætta við, þá máttu bara hafa samband við mig hann gefur kost á sér ef einhver er með neyðartilfelli og kemst alls ekki þá er Sindri mjög heitur fyrir slíku hann er með klára tösku hann veit það á réttri stæð allt tilbúið það er trampusti og allt það er bara í starthólunum tilbúið búin að panta taxa og allt hann er tilbúið líka, það er svoleiðis þannig að hann vantar bara reikningsnúmer hvert hann á millifæra og þá er hann farinn það var allt klárt hann skal losa þig við þessi byrði þið sitið ykkur bara í sambandi við Newcastle stjórnina ef þið viljið losa miðan ykkar og þá vitum við allavega meitt kaupanda það er færi komust aðeins vildu en það eins og þú segir þá eru góðu fréttirnar og þetta er bara upphafið og það er bara margt og mikið framundan og þess virði að vera með og ef einhver er að hlusta og ekki komin í klubbinn þá er það bara beintinn á nufc.is og skrá sig í klubbinn og vera með í þessari gleði það vilja allir vera með í þessari gleði og svo rosalega bærilegt sko. Málið er að við fáum þess að ferða á 80 skall sko. Það sem er bara fjandi gott sko. Hvar sérðu það annars staðar? Nei, þú sér það ekki annars staðar. Það er bara ekki hægt. Það er mikill sómi af þessu og þetta hugsaði kraft í fjöldans og þá geta fleiri verið með og þá er það ekki alltaf þeir sömu örfáu kannski sem kæmust þú veist, færri kæmust að núna erum við að tala í kraft í fjöldans og hver veit, kannski gjöfar okkur fleiri miða næst og þá er þetta enda stærri hópur. Það er verið að hugsa það einmitt, upp á það að koma fleirum að. Já, af því að þið eru með þessi rök, miklu færri komur staðin. En seldist upp á klukkutíma, þannig að við vitum alveg hvað við erum að tala um. Sko. Já, við sáum það að meiri sé aðra ferðir sem hafa auglstar, þær Söndilandferðin. Þær hafa samt verið að seljast. Söndilandferðin, ég held að sem fer frá Visitor núna, ég held að það sé ekki nema einhvers staðar heyrði ég að það væri bara mjög léleg sala á því. Já, mjög léleg sko. Já, Leon, vinnur okkar væri ekki nú ánægð með það. Nei. Við vonum að þeir gerði sig þeir sem að langar að vera þar. Ég kemst ekki núna. Auðvitað vonum við það, það er alveg rétt, en bara þú veist, eins og segið, það bara þegar það er rukkað svona stíft fyrir þetta, að þetta er bara ekkert fyrir alla. Nei. Það er bara ekkert. Ég ræði ekki við þetta allavega. Nei, ekki ég. Ég myndi vilja taka konuna með einhvern tjón. Já, auðvitað. Og já, þú veist. Við höfum bara ekki efnað því að borga svona peningar, sko. Þetta er bara allt og mikið fyrir svona ferð, sko. Allt og mikið, sko. Og á svona tímum þar sem að fólk er aðeins að halda aftur á sér, þá þess vegna er ég bara að rósa klúbbnum fyrir að halda verði í skefjum þegar allt þegar að vera að ráðast á okkur öllum áttum með kílómetragjaldi og guðum þetta hvað. Akkurat. Þannig að mér finnst það bara mikill sómi og ég er bara að rósa stjórninni fyrir þetta. Svo lengi sem ég verð þarna í stjórninni þá held ég því áfram eins og það er. Sko. Í krafti fjöldans. Það er þannig sem að við rúllum. Þetta er gert fyrir það. Sko. Já. Við viljum stuðla því að menn geti farið og séð leiki. Já. En það var sem sagt sendur út held ég tölvupóstur í dag. Já. Það var bara klárað nú í dag.
Ég búinn að tjekka mig inn í flug og allt tilbúið og búinn að fá hérna, hvað heitir þetta? EFTA eða eitthvað? Já. ETA. Er það ETA, já? ETA, já. Okay. Ertu búinn að því? Nei, ég er að fara í þetta núna. Ég var bara að fá hérna... Þetta bara app í símanum maður, þetta mjög einfalt. Já, herðu, ok, þá við kannski bara með svoleiðis. Kostar 16 eurur eða eitthvað? Jú, 2 ár, held ég. 2 ár? Já. Ég ennþá á mínu, ég fór í fyrra líka. Ok. Þannig að ég ætla að tjekka samt á því svona hvort það sé ég gerði hvað rétt hjá mér. Já, og herðu, ég er með 1 punkt sem langar að minnast á, út af því að sem bara tengt þessu sama. Út af því að síðast þegar ég fór þá bara myndist símafyrirtæki við mig að það er mjög gott að láta þá vita að þú ert að fara út fyrir Evrópusambandið. Ég held að það er búið að breyta því. Það er búið að breyta því? Já. Ok. Þetta var svo, ekki fyrir löngu síðan, þetta var bara breyta held ég bara fyrir 2-3 mánuðum síðan. Já, ok, frábært. Það var alveg absúrt að þurfa að vera í einhverju, þú veist, að fara í einhvern ferðarpakka og eitthvað. Sérstakt símtal út af því á meðan ég fer til Bandaríkjanna og það er ekkert vesen. Já, passar. Þannig ok, þannig að þessi vari er óþarfur, afsakið þetta. Allavega hjá símanum, veit ég. Ég er þar og mér var tilkynnt að það væri ekkert sérstakt, þetta væri bara eins og gerir vanalega. Já, eina ástæða fyrir ég myndist á þetta, ég vil alls ekki að fólk lendi í einhverjum horrorreikningum horrorshow-reikning út af internetnotkunni. Akkurat. Þeir voru duglegir hérna hjá símanum þegar ég var hérna. Já. Að þá, ég það bara, þau hefur ekki að tala við síman. Við þurfum að fá spónsbróðin bara, ég er að nefna það svo mikið. Já. Elsku síminn. Já. Bara, ef við ekki að taka... Við erum alltaf opnir fyrir spónsi. Ef einhver er að hlusta og langar að koma inn einhverju horninu sínu inn. Já, við getum tekið eitthvað svona... Vertu velkomin í Allt er svart og hvítt. Þetta var dýrari tíma. Sko. En auðvitað tökum við vel í það og allt í lagi að skoða. Já. Við erum opnið fyrir slíku. Já. Við munum halda áfram að tala hvort sem einhvern vil sponsa það ekki. Já, okkur er alveg sama. Það er bara spurning hvernig við tölum og hvað við tölum. Já, við getum pluggað ímislegt. Hvort við minnumst á einhvern sérstakann drykk eða hvort að við séum að fara að taka bensín á einhverjum sérstökum stöðum nákvæmlega. Eða fljúga með ákveðu flugfélagi. Já, akkurat. Maður veit aldrei sko. Við erum gjarnan til að auglýsa eitthvað svoleiðis. Já, auðvitað. Herðu, en já, við þurfum að horfa til framtíðar, eða ekki? Vissulega. Já, við erum á góðum stað núna. Já, við erum á góðum stað núna. Okkur líður vel. 7. sæti. Þetta voru 2 svona kannski ekki sérstaklega fallegir sigrar og svo 1 thriller. Thriller, já. Verðum við þá ekki að fá okkur svona stability í næsta leik? Sko. Það er vissulega FA byggarinn og við erum ekki búin að, þetta er þá fyrsti leikur okkur þar. Já. Bournemouth voru að missa besta leikmannin sín. Það er ágætt. Semenyo. Það er ágætt. Já, ég var reyndar ekki búinn að heyra því. Og ég og Sindri vorum að ræða á hann er örugglega í þá Carabao Cup banni vegna þess að hann hlýtur að vera búinn að spila einhverja mínútur fyrir Bournemouth. Þannig að við fáum hann ekki grímuna leikinn eftir heldur. Já, þú meinar. Já, það hlýtur að vera. Já, ég trúi ekki að hann sé búinn að taka einhverja mínútur með Bournemouth. Þó ég get ekki alveg sagt það fyrir víst. Nei, ég er ekki búinn að skoða það. Það verður mjög skrítið ef hann hefur ekki tekið eina einustu mínútu. Var hann sem seldu til City sem sagt? Já, það er staðfest. Ok, það er staðfest, já. Okay. Treyja nummer 42. 42. Það er smá vesen, ég er með 4 City menn allt í liðinu mínu í Fantasy. Ég veit ekki hvernig það... Heyrðu, má ég spila það með öllum? Ég veit ekki. Má ég spyrja ykkur einu? Já. Það verður alveg magnað. Jú, þú mátt það, ég veit það. Ef hann skiptir félag þá heldur hann samt. Okay. En mér finnst það samt rosalega fyndið, ég með að deila þessu með hlustendum líka. Sem sagt, þú talar um hann að fengi treyju nummer 42, eða ekki? Já. Ok, flottir. Veistu hvað er eitt af því skemmtilegasta sem ég geri þegar ég er að horfa á Newcastle-leik? Það er þegar að strákarnir mínir er að labba inn í stofu og vesanast eitthvað í kringum mig þegar ég er að horfa á leik. Þá alltaf pikka ég svona í það. Sjáðu! 67. 67. Og veistu það, þeir eru búin að fá svo leið á þessu. Miley maður, 67. Já, starta hann trendin eða? Já, það gæti verið, maður veit það ekki. Hann er allavega trendið núna. Hann er það, sko. Og veistu það, þeir eru búin að fá svo mikið leið á þessu. Og ég er að þrýsta þessu framan í þá, sko. Vegna þess að þeir eru að gera grína mér að ég sé svo gamall að ég veit ekki hvað þetta þýðir og eitthvað.
bara tekið bólinn á þetta og ég veit hvað máli snýst sko. Það svona engin merking með þessu 0 það þýðir ekki neitt sko. Gott sko, það var þarna gaurinn sem talaði um þetta í RÚV og sagði þetta nú sennilega búið veist ég að tala um þetta hérna á RÚV greinilega ekki Svo kom ungu leikmaður og bara bústa þetta aftur. Já, auðvitað maður. Mér varst það bara magnað að Mæli skulle vera með þetta númer, mér varst það geggja, sko. Gott númer, þetta sterkt númer, Pizza 67, það bara, þú veist, mér varst þetta flott númer. Þetta skemmtilegt, þetta virkilega skemmtilegt. Já, og hann náttúrulega búinn að gera þetta númer líka ódöðlegt, þannig að hann getur eiginlega ekkert eitthvað að fara að breyta því neitt, sko. Nei, hann bara eins og Bruno, hann verður bara að vera með sitt númer. Það ættu að vera þetta á sig líka. Það er bara sjálfum sig hérna í hérna. Er hann búinn að því? Já, ok. Já, þá er alveg rétt, já, það var einhver mynd sem var tekin held ég á fyrsta leiknum hans eða ekki, því að það var náttúrulega bara risastórt moment fyrir hann. Dreams come through. Já. Dreams come true. Nákvæmlega, það var ekki alveg svona sjálfselskulegt eins og þarna hjá Richarlison. Oh my god. Ég held að Neymar hafi borgað honum fyrir að kofera það. Jesus. Bara svona gerir maður ekki hérna Mexíkó. Þetta var svo mikið skrýpaleikur. Pathetic. Þannig er einhver maður sem að, þú veist, sko, þannig er ég bara beinlínis full ef hann kæmi í liðið mitt, sko. Já, ég er sammála því. Bara, svo við förum yfir alls ekki leikmenn sem ég vil fá. Þannig að fyrirgeði skulle stökk úr einu í annað en við vorum náttúrulega að tala um Bournemouth-leikinn sko, og ég var að velta fyrir mér sko, fyrst að hann er farinn að þá náttúrulega þá snýst málið pínu við sko. Ég ætlaði að koma í þennan þátt sem við erum að gera núna, ætlaði að koma mjög svartsýnt fyrir þennan leik vegna þess að ég veit alveg hvernig Bournemouth er og ég veit hvernig þeir spila. En ég finnst það aldrei spilað á ánans þannig að þetta gæti orðið áhugavert. Þetta er game changer. Já. Það er ekki líka með þessa fyrirliðin eitthvað meðsli í langtíma meðsli. Jú, langtíma meðsli. Þessi hérna Senesi er hérna alveg frábær fullback hjá þeim og búinn að vera að spila mjög vel, ítalskur fullback. Já. Það var annar leikmaður sem að ég geti hugsað mér að sýna einhvern áhuga. Ok. Kannski. En hérna, já, þú veist, þeir mistu svolítið tennina, það er þarna, hvað heitir hann, Evalinsson, þú veist, hann mun örgulega þurfa að bera þessi byrði, hann er náttúrulega nýjan þeirra, þannig ég veit ekki, þeir missa náttúrulega svaka sköpunamátt. Jú, þeir gera það, þannig að sko, í spáin mín fyrir þennan leik, ég ætla að segja að hann fari 3-1 fyrir okkur. Já. Við erum á heimavelli, ekki? Jú, við erum heimavelli. Ég sé bara ekki að við séum að fara að tapa neinum heimaleikjum neitt á næstunni heldur, sko. 2-1 er mitt gísk. 2-1, já. Okay. Markaskorar? Hver skorar? Já, hver er skora? Vissa, já. Já. Og ekki bara Malik Chow, þar að hann bæti upp. Já. Það var þetta svolítið poetic. Það myndi alveg mega sens. Ég ætla að segja 1-0, sko, því að bara hreinlega út af... halda hreinu. Já, það er það sem að ég er að kalla eftir. Það er eins og að kalla eftir. Lakadímos verður komin í marki, sko. Já, meira það. Já, ég skal styðja það. Þá breyti ég 3-0. Nei, þetta er auðvitað draumórar í mér, en hérna, já, ég segi 1-0 að því að bara hreinlega því að ég held að fara svolítið mikið púður í leadsleik, sko. Það fór mikið púður í hann. Það fór mikið púður í hann. Og það er svona, þú veist, ég er að búast til svona 5-6 skiptingum og ég ætla að spá því að Walter Messi smelli þessu eina marki að því að hann átti ekkert sérstaklega leik í og tekin út af í hálfleik. Já, hann átti stóðsendingu. Nei, hann fyrir ekki tekin í hálfleik. Hann átti, ok, það er rétt hjá þér. Því líka fucking flikki, þetta var geðbyrð. Ógeðslega var þetta vel gert. Ég meina, ég skal ekki taka þetta af Gordon, þetta var vel gert hjá honum. Það var mjög flott, eitt af því fáum atriðin sem ég sé hjá honum sem actually make a sense. Og það var eitthvað svona stjartfræðileg vitleysa eins og þetta. Svo bara afgreiðslan hjá Voldemati til Barnes. Þetta var, vá. Það var ekki hægt að bara leggja hann betra. Þetta var bara eins og að þræða saumná, sko. Þetta var bara fáránlegt, sko. Þetta var bara, ég bara... Hann er ótrúlegu leikmaður, sko. Akkur erum við ekki að gera þetta? Akkur erum við ekki að setja boltan í lappirnar á honum inn í teig? Akkur erum við ekki að gera þetta? Sko, þegar við vorum að tala um 4-4-2 áðan, er ekki líka þetta sko 4-2-3
3-1 þú veist, með Volti Messi þar fyrir á miðunni já, miðju frammi já, í 10 í þessu 10 stöðu 4-2-3-1 jú, menn akkur ekki og bara með þá Tonali og Bruno í djúpum já, það er nú ekkert svo vitlaus hugmynd sko heldur að Ramsdale byrjar í marki nei hann byrjar ekkert með að Pope en þetta er samt FA-byggarinn það er FA og svo er League Cup eftir það ég held samt ekki hann notar þetta sem afsökun til þess að láta Pope hafa meiri tíma komast inn í það örugglega eitthvað svoleiðis sko. Þetta er samt góð spurning en já, ég hefði gaman að því að sjá það samt en ég er samt að segja þú veist að Ramsdale er ekkert mikið betri heldur en Pope sko. ekki mikið, hann er kannski pínulítið betri allavega minn valkostar er ólíklegastur hvað segirðu? Vörnin trista hann betra fyrir boltan já með spila flæða aðeins betra aftastu línu þegar Ramsdale en annars ekkert eitthvað mikið munur ég segi það, ástæðan fyrir akkur Malik Tjá var svona lélugur þennan leik var bara út af því að Pope var hann já, hann treystir ekki, hann til að gefa tilbaka hann treystir ekki á hann, nei þannig að hann verður að gera eitthvað annað já, og hann var bara einstaklega ömulegur það eiga allir svona daga og það bara hendum þeirri framistu bara í rusli af því að við fengum allavega 3 stig það slapp ég er búinn að fyrirgefa honum sko já, ég líka löngu síðan sko þú veist, ég var aldrei einu svona fúll nei ég náði ekki ég vorkenndi honum á meðan ég var að horfa á leikinn og that's it en það var mjög leiðilegt og hérna hann er bara það mikill fagmaður hann lætur þetta ekkert á sig fá held ég örugglega ekki nei hann er bara upp áfram og bara í rusli með þetta þessa framistuð og hann bara í baksýnisspegilinn burt, bless sko að segja margum út Pallas og svo bara smá dífa og svo bara ný sjans á morgun ok þannig að þú veist við erum bara semst að horfa bara fullan sigur bara það er ekkert annað að fara að gerast já, ég segi 1-0, þú sagði 3-1 3-1, já þú varst nú eitthvað að tala um markaskorara markaskorara? Já, en þú fyrst, hvað var það? Volti Mate stóð að setja ekki frá Gordon bara fyrir þig langt útkast frá Pope það er doppul assist já, ég meina endilega, please, gerðu það ég minnst bara rosalega vel á það þá getur þau tróðið sóknum upp mig mér var þetta bara flott það er við græðum á því nei, ég held að ég verða viðurkenna það ég held að þetta verði svona miðjumanna markasúpa þessi 3 mörk og þetta verður skipt öll 3 mörkin verður skipt á milli það verður 2 miðjumenn sem skora Joe Linton verður með 1 aftur og hérna hann er að verða meira klinikal sko fyrir hann setja hann svolítið reglulega hann er að sína bara þetta strækir eðli sem hann hefur sko. við vissum alveg að hann hefði þetta það er alltaf veist hver getur annars skallað svona bolta eins og þennan sem að Bruno leta hann hafa þetta var geðveikur skalli sko bara sendingi var brilljant og skallin var þeimum fallegri sko veist því líka sneiðingin þetta var bara verið eins og skallin hjá honum Börn þegar hann leta hann snúast alltaf út í hotnið þetta bara þetta er bara, hvernig er þetta hægt sko? Og líka, þú veist, við vorum ekki líka bara stressaði þegar við fengum meira þess að þegar við búið að dæma vítið, skiljum við þetta er alveg algjör suðupútur í uppbóta tíma sko. Þetta er það sko. Gordon var ekki inn á, hann myndi pottu taka þetta ég líka, ég var svo fegin ég var alveg svo tensa ég var búin að gleyma að hann var komin út á einhvern veginn að horfa alveg kringu sig á völlinu og strákar hérna undir lokin, ég gat ekki eins og setið ég var bara að standa eins og ég var á liðalínni ég ekki trúa því sko Þessir 2 hjá mér endur í 5 þetta var bara allt og mikil spenna en þetta er akkurat þetta sem ég vil frá fótbolta í rauninni kannski finnst mér það náttúrulega meira því að við fengum farsælan endi gæti verið sko það hefur eitthvað með það að gera en sko á ákveðnum tímapunkti þá var ég nánast bara til í ok, jafntefli er bara í lagi en sko það var alltaf til í aðeins meira við erum gráðuð að litla endur hérna 3-3 og svo kemur bara 10 mínútur í viðbót það var bara næsta gýr akkurat, þetta var brilljant sko. Brilljant, herru, City leikurinn, það er leg 1 þannig að það eru 2 köppleikir sem við erum að fara í við byrjum heima úti við byrjum heima við erum búin að fá í Carabao Cup eru allir drættirnir búin að koma okkur í vil á heimavelli okay. Allir. Það er fínt eftir hann 7-8 í röð sem við vorum alltaf útivelli en núna líka og FA Cup er líka á heimavelli
Allt að gerast. Þannig að það verður gaman að sjá næsta drátt. Sko ég held nú samt til að tveggja leggja þá held ég hefði freka vilja að vera á St. James's Park í seinni leik. Hvað veist eitthvað með það? Já, ég hugsa saman að þú sko. Já, en svo bara, þú veist, það þarf ekkert endilega að vera þannig. Við byrjuðum á útivelli á móti Arsenal. Já. Munið? Fallegur leikur. Já, mjög svo fallegur leikur. Já, ég sammála því. Nei, veistu, ég held að það skipta ekki máli. Nei. Ekki fyrir okkur, ég held að það skipta ekki máli. Og það getur bara líka alveg verið, það getur spilast akkurat öfugt. Við náum bara, fara bara í grímuna á þeim bara á heimavelli strax og við erum alltaf búin að vinna það á einu sinni. Já, akkurat. Á þessu tímabili. City eru svona upp á ofan líka. Já, þeir eru það sko. Þeir eru í smá brasi varnalega. Já, ég menna, þú veist hvað, þeir gerðu 1-1 jafntefli það ekki, við Brighton. Það töpuðu náttúrulega allir stigum fyrir ofan okkur og þú veist, það er bara ekkert langt sko. Chelsea tapar fyrir Fulham. Það eru 11 stig hérna í, annað þriðjarsætið, held ég. Arsenal og Liverpool gerði jafntefli 0-0 og í drullulegum leik. Já, einmitt. En það er mjög hagstætt fyrir okkur, bæði lið að tapa. Já. Það var mjög gott. Þannig að það, ok, eins og staðan er núna, eins og þessi umferð spilaðist allavega, þá spilaðist þetta allt eins og við viljum að þetta sé að gerast. Já. Og það má bara halda endilega fram. Já, endilega maður. Þetta líst mjög vel á þetta. Já, við þurftum þetta raun. Já, þeir þurftu að sína það, sko, burtsér frá hverju orðu að þeir vildu vinna fyrir þennan þjálfara því að hann var ekki mér sýnist það allavega, mér sýndist hann aldrei vera eitthvað að fara að missa traust yfirmannar sinna. Nei. Ég held ekki. Þannig að það er annarkvort, þú veist, reynum að láta þetta ganga og vinnum fyrir þjálfaran og sýnum það. Það er rétt. Eða þá að við þurfum að fara í einhverja allt aðra aðgerðir sem að við myndum aldrei vilja sjá í okkar liði. Nei. Það eins og við höfum séð í öðrum liðum. Akkurat. Spádómur fyrir hennar leik? Fyrir City? City. Vilt þú byrja, Sindri? Leið mér að hugsa. Þetta er bara alveg bikarkeppni. Þessi 4 lið sem eru eftir, þetta skiptir ekki máli hvernig myndi mæta. Þetta myndi alla leiki vera erfiði. Ok. Men 1-1 held ég. 1-1? Já. Ég veit ekki með setnileikin. Það verður bara sjá til. Já, hann verður blóður sko. Stífur. Já, þetta er 1-1 held ég. Já. 1-1. Erst þú líka þar? Já, nei. Ég ætla að geima mig þá síðast. Já, ég var með 1-1 í huga líka og ég ætla að halda mig við það. Þú ert 1-1 líka? Já. Markaskorar? Ég ætla ekki bara að breyta því bara til þess að breyta því, þannig að ég er 1-1 líka. Markaskorar? Fyrir okkur, þar að segja. Já. Gimares. Já. Gordon. Þetta bara að reyna að bögga mig? Nei, þetta er að því að ég sé fyrir með vítið. Það sé að fyrir þið vítið? Já, það er ekki út af neina öðru. Það er ekki að ég held að hann sé að fara eitthvað slá í gegn. Ekki þessum leik. En hann skorar. Ok. Það er nokkuð magnað. Ok, komdu með það. Bring it on. 3-1. 3-1 fyrir okkur? Já. 3-1 fyrir okkur. Hver er með þrennuna? Engin með þrennu. Nei, sorry. Það er ekki þetta skipti. Engin tekur boltan. Ég skal samt segja það. Þetta verður Volti Matti með 2 og Vissa með 1. Já, hérna er. Yes. Skella minna Betsson með þetta. Já, það er bara spurning með að kaupa Vissa í fantasíliðið. Já, kaupa Vissa í fantasíliðið. Já. Hvernig væri það maður? Já. Minnist vel á það. Ég er mjög mikið til í þinni spádóm. Þú ert brattur. Ég held bara að þú veist er mulningsvélinn komin á stað? Ég held það. Ég er farin að hafa tilfinningur líka. Ég held að við séum að fara allavega við tveir sem erum að fara þarna núna þú múið séum að fara að koma þetta inn á einhverjum klikkuðum tíma. Já, og að mæta Aston Villa skilur. Þeir eru á siglingu. Þannig að þetta verður erfiður leikur. Ég held að þetta verði sko ég held að þetta hafi verið sko ég held að þetta verði erfiðasti leikur sem að ég hef farið á. Já. Sko ég hef samt farið á skilur Newcastle Sunderland á St. James's sem er svaðalegur og endaði 1-1 þar sem að Sjóla Amjóbi jafnaði á sko bara rétt fyrir leikslók sko. Já, og þú veist þetta bara nú er ég afbrýðisamur sko. Ég vissi að útbúin segja mig frá þessu leikin. Þetta er geðbilaði leikur og þetta var sturlun út í gegn sko. Það var maður laminn fyrir framan mig í stúkunni og ég veit ekki hvað, það var eitthvað Sunderland aðdóðandi sem laumaði sér inn í sem sagt Newcastle stúkuna sko. Já, þannig að hann var aðeins að bjóða hættunni heim. Já, hann var laminn og svo var fullt af lögreglun sem að dróa hann út af
leikvanginu sko. Það var að berja hann aðeins í viðbútt. Já. Þannig að þú veist, það var... Óeirða lögreglan á hestunum eða ekki? Já, svo þarna fyrir utan maður, þetta var rosalegt. Það ekki hægt að vera mikið meira cool heldur en með hjálm á hest eitthvað. Hætti þessu rugli! Þetta magnað. Það ekki hægt að vera mikið meira töff hérna inn í miðborg eitthvað á hesti að stoppa á óeirðir. Nei, ég held ekki sko. Hversu svalir. En ég held samt eins og ég segi að sko, ég búinn að fara á nokkra leiki. Ég búinn að fara á móti Huddersfield, ég búinn að fara á móti Manchester United, Portsmouth og svo man ég ekki hver hinn var. En aldrei svona stórlið. Nei. En núna er bara... var Chelsea sko. Þú veist, það er bara á að pari við Villa. Já, en nú er, nú er Villa bara, þeir eru bara í það góðum gír sko. Já. Þannig að þetta verður öflugur leikur. Já, við erum að fara að mæta þeim eins miklu rönni og þeir eru á. Já. Og við erum að fara að mæta þeim á einhverju biluðu rönni sjálfir. Jú. Það var þetta bara einhver frábær orðstaf framöndan. Já, spátum bara okkar rætast og þá er það enda betra sko. Já. Við erum allavega bráttir. Ég sé ekkit allavega eitthvað að við séum að tapa neitt á heimavelli. Nei, það get ég ekki séð fyrir mér sko. Ég er allavega orðinn það brattur eftir þess að 3 leiki. Ég bara, þú veist, það væri bara svo flott að fara inn í leikina móti Aston Villa búin að tryggja okkur áfram í meistaradeildinni. Já. Það væri bara the top of the cream, skilur. Já. PS-leikurinn, hann er mikilvægur maður. Hann er það, mjög mikilvægur sko. Býttu, vorum við ekki á heimavelli þar? Jú, heima. Þetta er eiginlega bara úrslita leikurinn okkar. Svo endum við í París. Já, svo endum við í París. Endum við í París? Já. Og svo, þú veist, það getur vel verið að við vinnum hann þegar pressure off. Hver veit, hver veit. En sko, það er allt til í þessu. Man vill helst ekki að það sé hreinn úrslita. Nei. En þú veist, þetta er Newcastle United, það væri alveg klassíst. Taka þetta einhvers staðar á einhverju bilun, sko. Já, taka þetta hérna á útivelli gegn PSG í lokaumferð. Það er svolítið Newcastle-legt, sko. Já, þeir ná að gera sig inn í svona leiki. Það ekki. En allavega við erum komin aðeins svo langt í framtíðina, við býðum aðeins með þessar pælingar. Já, við gerum það. Þetta er bara, er þetta ekki bara verið að koma í gott hjá okkur tókar? Jú, ég held það bara. Já, ég er svona nokkurn veginn tæmdur. Heldur að fólk sé bara löngu hætt að hlusta og hætt að nenn að fylgjast með þessu. Vonandi ekki maður, það er ýmislegt sem fer hérna fram. Margar leikir í janúar en nóg að taka. Ef við ekki að missa okkur aðeins í svona nokkur loka orð í fíblagang? Já. Er það ekki? Er það ekki sniðut? Jú, ég til já. Er það Sindri minn? Ég ætla að bjóða þér að segja nokkur velvalin orð. Góða helgi. Hafa gaman að morgun. Akkurat. Magnús. Við ætlum að taka hennar leik. Við erum alltaf að fara að segja.